Heyrðu, gaman að fá þig heimsókn aftur. Já, bara sömuleiðis, gaman að koma. Þú ert nú að koma hérna í fyrsta skipti sem þingmaður. Já. Þú varst að bjóða þig frá til forseta eða komst hérna síðast? Já, einmitt. Ef mann það rétt. Maður alltaf að gera eitthvað. Maður verður að hafa eitthvað svona, eitthvað fyrir stafni, sko. Einmitt. Ég var forsetaframboði. Ég ákvað að láta verða því. Já. Hvernig ég verið að hugsa, nú að koma sveitarstjórnarkosningar, þú er búin að vera borgarstjóri, búin að vera þingmaður. Já. Gerði tilraun til að vera forseti. Já. Þannig að þú ert komið með býsna mikla reynslu. Já. Á þessum vettvangi. Já, þetta er ég hef nú alltaf verið þakklátur sem sagt örlögunum og örlega nornunum svona hvernig, þú veist, ég hef tekið upp á ýmsu, alls konar og og oft svona bara að því bara ég bara geri eitthvað og svona ákvað að fara þarna út í þetta forsetaframboð líka vegna þess að þetta var svona þetta var búið að vera leiðinlegur tími sem sagt COVID og svo fyrir kona mín krabbamein, fór ekki krabbameins meðferð. Þetta var bara búið að vera drepleiðilegt og sem sagt og ég hafði fengið mjög svona takmarkaða vinnu út af COVID að því það var náttúrulega sviðslistir og sambarleg starfsemi var bönnuð og ég gæti sótt að fá eitthvað svona styrk, eitthvað svona 300 kall eitthvað svona framfærslu styrk og mér fannst þetta bara eitthvað svona og svo hugsaði ég þú veist ég er sjálfstætt starfandi listamaður og hef svona þú veist unni fyrir mér bara ég hef bara staðið undir mér meira og minna allt mitt líf og en nú er sem sagt aðstæða þannig að ég þarf að sækja styrk en fólkið sem að ákveður að ég geti sótt styrk það er ekkert að segja neitt styrk það fær bara launin sín Já, vegna þess að það er embættismenn þingmenn og svona og bara auðvitað þurfa þau ekki að segja styrk og þannig að og það hefur einhvern veginn alltaf verið mjög ríkt í mér í eðli mínu að ég verða að vera að gera eitthvað gagn ég get ekki bara verið að gera ekkert það verður að vera eitthvað gagn af mér og ég er ekki að sækjast eftir hrósi eða viðurkenningu ekki beinlínis þó að sé náttúrulega alltaf gaman heldur meira bara sálarfrið að ég sé sem sagt ég sé ekki fyrir ég sé ekki að gera ekki neitt og svo komu upp þessar kosningar þar að segja að hann Guðni TH tilkynnt hann myndi ekki gefa kost á sér og þá kom þetta bara já, var það ekki bara, og ég ekki bara bjóðum fyrir hann og og ég
var þá líka að fara að framleiða og leika í þáttum sem ég var búin að vera að gera með Ragnari Bragasinni sem heitir Felix og Klara sem bara mjög krefjandi vinna og sem sagt og ég það Ragga ég ætlaði að gera þetta, hann sagði nei, ekki við erum að fara í tökur og ég sagði, já, það var ekkert máli, ég gerir þetta bara samlega því. Ég sko, og ég gerði það. Ég var í tökum, sko, 12 klukkutíma á dag og þessi alla virkadaga og helgar og líka bara kvöldin var ég í kosningabaróttu fyrir forsetaframboð og ég áttaði mig nokkuð fljótlega á því að ég var ekki að fara að verða forseti en mér fannst þetta samt gaman og sko ekki alltaf gaman en mér fannst þetta mestuleyti gaman og svo fannst mér þetta líka bara mjög athyglisvert sem sagt hvað mér finnst líka bara oft athyglisvert að velta því fyrir mig, hvað er fólk að pæla hvað er mennirðu hvað brennur á fólki? Já, þú veist, hvað er sem sagt sko og svona og mér finnst oft sko sem sagt, ég veldi því stundum fyrir mér sko hvort að Íslendingar séu á einhverjum svona eilufum flótta undan raunveruleikanum. Ég einhvern veginn fæða stundum á tilfinninguna að raunveruleikin einhvern veginn sé okkur svo ofið að vera en gerum allt til þess að flýja sko. Hvernig þá? Svona með því að vera ekki mikið að vera að pæla í einhverju öðru heldur en raunveruleikanum og að vera helst það djúpt sokkinn í einhverja pælingar að við veitum hann mikið athygli. Hvað væri þá raunveruleikin fyrir þér? Sko, raunveruleikin er bara núið, bara núna. Akkurat nákvæmlega bara þessi sekúnda og sem sagt, og hvað er sem sagt er eitthvað vandamál, hvað er vandamálið og hvað getum við gert núna til þess að laga það eða Það komið með smá teóriu frá mér með þetta. Já. Að því ég hef mikið pælt í þessu líka. Já. Og að við komum úr þannig aðstæð. Ég eiginlega, mér finnst ég skilji þetta mun dýpra eftir ég kynntist sko kærustunum minni sem kemur frá landi við miðbögg. Já. Og þegar ég fór í fyrsta skipti og var með henni þar, þá sá ég strax hvað fólki var miklu betra að vera í núinu, miklu afslappara. Já. Þá allt í henni fyrir að hugsa sko hvaðan erum við að koma. Aðstæðunar okkar hérna voru náttúrulega rosalega grimmar, rosalega harðar og ef við vorum ekki dugleg, þá vorum við bara frá að deyja. Ef við söfnuðum ekki fyrir veturinn. Og svo kemur hérna Marshall-aðstoðin og alls konar hluti fara að gerast og allt í henni erum við bara okkur nokkrum áratugum orðið mjög rík. Já. Og við höfum allt, en það er ennþá í okkur þetta að við erum nú að fara að deyja, við erum ekki dugleg. Já, einmitt. Og svo er þetta bara einhvern veginn svona, svo er þetta orðið að einhvers konar svona ávana og fíkn að vera human doing en ekki human being, sko. Og ég held að við flest á Íslandi við mættum alveg verða betri í að kunna vera. Já, sko, en svo líka, sko, þessi, sko, áhugi okkar á skáldskap sem er eiginlega bara fíkn. Ég man ekki eftir, sko, ég hef búið bæði í Bandaríkjunum og í Svíþjóð og ég bara man ekki eftir þessari skáldsagna sturlun, sko. Einhvern veginn að það sé einhvern veginn þá verður að lesa þessa nýju skáldsögu hérna og nú er þessi nýja bók komin og einhvern veginn rithöfundar á Íslandi hafi ekki undan, sko, að skrifa skáldsögur og sko og svo þegar ég bauð mig fram til borgarstjóra og þá fannst mér einhvern veginn líka, mér fannst það svo sniðugt sko af því að þetta var eftir hrunið og mér fannst eitthvað bara gott að fá tilbreytingu, mildi og kannski eitthvað bara nýjar áherslur, prófaði mér svolítið, nýjar aðferðir hérna og
en það var enginn að pæla í því, það voru allir að pæla í flugvöllunum. Hvað með flugvöllin? Ég segi, það er ekkert að fara að gerast með flugvöll, en hvað vilt þú? Vilt þú að hann fari eða vilt að hann verði? Ég bara veit það ekki, en þú átt að vita þá, lítur að hafa skoðun á því, menn það eru mjög margir, þetta eru mjög ákveðna skoðun á þessu, ég bara veit það ekki, ég bara og og þetta var ég mætti svona kappræður og umræðuþætti og þetta var einu umræðuefnið það voru þessi flugvöllur og ég sagði þarna ég bara ég veit ekki þetta, ég hef aldrei flutt flugvöll, ég veit ekki hvernig það er gert og og síðan eru síðan eru liðin 16 ár og flugvöllurinn hefur ekkert breyst, hann er bara nákvæmlega eins og hann er á nákvæmlega saman stað og Þetta er góður punktur það var eitthvað sem er algjört aðalatrið og svo fattar öllum þessum árum setna að þetta var bara non-issue Þetta er non-issue og forsetakosningunum þá var eitt sem var aðalega verið að spyrja mig eða okkur og það var Gaza, innrás Ísraels inn í Palestínu bara eins og það var eitthvað sem að forseti Íslands væri að fara að gera eitthvað en hann er ekkert að fara að gera það og leið og frú Halla er orðin forseti það er enginn að tala við hana Gaza það er enginn að ætlast til þess að hún hringi taki upp símann og hringi Benjamin Netanyahu bara og segi Bibi, sæll it's Halla og hann bara, oh my god, ok bara, ceasefire ceasefire now nei, þetta er bara svona, þetta er mikið bull og en síðan ég er mjög þakkláttur fyrir að hafa ekki orðið forseti Akkur heldur þessi skemmtilega að vera þingmaður já ég fekk langbestu spilin ég og það er svo gott að tapa sömu því þá getur maður unni annað og ég var það var haldin kosning barnana það var sem sagt grunnskólar á Íslandi og umboðsmaður barna voru með barnakosningarnar og ég gjörsignaði þær, ég var forseti barnana og ég var mikið að pæla og konan mig var oft að spyrja mig hvað þarf að gera til að sýna krökkunum virðingu og svona bara og ég veit ekki veit ekki hvað á ég að skrifa leikrit eða einhverja barnabók eða að ég gera eitthvað eða hvað en ég ákvaða bara bjóða mig fram til Alþingis þetta kom líka bara allt í einu svolítið svona bara eitthvað svona sjónvarpið fyrst var Guðni T.H. sem sagði að hann ætlaði ekki að gefa kost þessar aftur síðan kemur Bjarni Ben og segir bara hann ætlar að slíta ríkisstjórnarsamstarfi og boða til kosninga og ég hugsaði ok og ég ekki bara bjóða mig fram og með það markmið að vinna málefnum barna og svona er það ekki eitthvað sem að þú veist þarf að gera og sérstaklega miðað við fréttir af aðstæðum krakka í alvarlegum fíknivanda það er ekki eitthvað aðeins að leggja áherslu á þetta og bara einhvern veginn gangi þetta og ég fór í þessar kosningabaráttu og og það var svo sem ekki neitt eitthvað eitt mál sem að var þá einhvern veginn í gangi það var já, það var í rauninni ekkert eitthvað eitt Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.